Nú ætlum við aðeins að kíkja á metrakerfið. Metrakerfið er kerfi sem við notum fyrir lengd og mismunandi lengdareiningar, en þessi forskeyti sem við köllum desi, senti og milli, svo eru til fleiri hérna megin og fleiri hérna megin, getum við hengt framan við hvaða einingu sem er. Við getum talað um milligrömm til dæmis, eða þess vegna millikrónur, þó það sé nú ekki eining sem við notum dagstaglega. En þegar við leysum svona, þá þurfum við, og hér eigum við að klára töfluna, að segja hvað 4 metrar eru margir desimetrar, margir sentimetrar og margir millimetrar. Þá þurfum við að vita að það eru 10 desimetrar í metra. Þá þurfum við að taka þessa tölu og margfaldana með 10. Og það er 40. Svo þurfum við fyrir eitt dálki viðbútt, þá tökum við þá töluna í þessum dálki og margfaldum hana með 10. Og margfaldum svo þessa tölu með 10 og fáum 4000 millimetrar. Í næstu línu að segja hvað 600 centimetrar eru, þá gerum við nákvæmlega eins þegar við förum til hægri, en þegar við förum til vinstri, þá erum við að minnka, deila með 10. Og þegar við deilum með 10, þá færum við kommunum eitt sæti. 600 deilt með 10 er 60 og 60 deilt með 10 er 6. 5,9 desimetrar, við skulum byrja á að fara til hægri, það er fljótlegra, en þetta er 5,9. Þá kemur ekki, sjáu þið, 590 hér, því að þegar við margföldum með 10, þá færist kommanum eitt sæti til hægri og þetta verður 59 hér. Það er 10 sinnum meira heldur en 5,9. En svo þegar við förum í millimetrana, fáum við 590. En 5,9 deilt með 10 til þess að fara til vinstri er 0,59. 3100 deilt með 10 er 310. 310 deilt með 10 er 31. Ég deil alltaf með 10 þegar ég fer til vinstri. Og 31 deilt með 10 er 3,1. Nú erum við að fara til hægri. Þá margföldum við alltaf með 10. 0,1 sinnum 10 er 1. 1 sinnum 10 er 10. Og 10 sinnum 10 er 100. Eins hérna 60, 600 og 6000. Og svo þegar við deilum með 10 þegar við förum til vinstri, það verður 6. Síðasta 50 sinnum 10 er 500. 500 hins vegar deilt með 10, því nú fer ég til vinstri, er 5 og 5 deilt með 10 er 0,5. Það er sem sagt þannig, ef ég fer í þessa átt, þá ger ég sinnum 10, en ef ég fer í þessa átt, þá ger ég deilt með 10. Ég get gert þetta á annan hátt, ég ætla að sýna ykkur það örsnögt. Búa til litla töflu hérna, metrar, dm, cm og mm. Ef ég tek bara fyrsta dæmið, 4 metrar, og ég ætla að breyta því í millimetra. Þá set ég bara eina tölu í hvert reit, og já, breytis í millimetra, þá fylli ég upp í alveg aftur að millimetrum, og þá sé ég, já, svarið er 4, 1, 2, 3, 0, 4000. En þá þarf ég að gera í raun, ef ég ætla að gera þetta fyrir allar 3 tölurnar hér, þurfti ég að gera þetta 3 svar. Ef ég ætla að setja síðan bara 20 cm, þá ger ég 2 og svo 0, munið, bara 1 reitur í hvert dálk, og ég breyta því yfir í metra, þá þarf ég að komman er í raun hér, en ég á að færa hana hingað því það er beðið um metra. Þá get ég bara sett kommuna hér, en þá þarf ég að færa inn 0. Þá er þetta 0,02 eða 0,020 metrar. Hvort margfaldið og deilið með 10 eftir því sem þið færið eða notið svona töflu, það er undir ykkur komið.